Ég heiti Sunna Rannveig Davíðsdóttir. Ég MMA-fætir. Ég að æfa hjá Mjölnir. Ég vinn líka í afgreiðslunni hjá Mjölnir og ég að kenna víkingaþrek og aðra tíma. Hérna heima þá erum við nokkrar sem erum að æfa MMA. Ég eina konan á Íslandi sem er formlega í keppnisliði Mjölnirs og sem sagt keppi fyrir hönd Mjölnirs í MMA. En það eru stelpur sem að koma á keppnisliðsæfingarnar og æfa með MMA keppnisliðinu. En hingað til allavega er ég eina sem að hef farið og keppt. En það verða fleiri og eiga fleiri eftir að koma inn í keppnisliðið. Það er bara tímaspursmál. Ég byrjaði að æfa bardagaíþróttir árið 2009. Þá var ég að æfa hjá Jakaból og ég byrjaði ekki 80 fór svo yfir Jakaból, það var Muay Thai og ég æfði það í nokkra mánuði. Ég hætti svo í eitt tíma og fór bara að æfa svona út af fyrir mig og ég fann Mjölnir þegar ég var út að hlaupa eitthvað tíman. Ég vissi af Mjölnir og ég vissi af Gunnar Nelson. Ég var búin að heyra Mjölnir og Gunnar að keppa og ég vissi að það væri mikil fjölbreytni inn í Mjölnir og ég vissi að ég geti fengið að keppa inn í Mjölnir. Ég þekkti enganar og þekkti ekkert mikið til en ég ákvaði að slá til þegar ég var að hlaupa bara við hliðina á Mjölnir og kíkja þar inn. Og þá ákvað ég að fara á Mjölnir 101 námskeið sem að kennir glímugrunninn í brasilísku jiu-jitsu. Og ég sló bara til og byrjaði eftir nokkra daga og ég hefði klárað grunnnámskeiði og svo bara var ég fljótlega farin að fara með hérna víkingaþrekskrokkunum og fórum að keppa á móti og maður bara strax komin inn í hópinn og búin að kynnast liðinu og svona og upp frá því þá bara fór ég að taka þessari fjölbreytni sem var hjá Mjölni, að æfa allt mögulegt, bara kickbox og box og var alveg nýtt fyrir mér að fara til dæmis í svona ólympískt box. Ég hafði bara verið í Muay Thai og svona þannig að þetta var svolítið nýr heimur fyrir mér og Mjölnir hefur ekki verið að kenna Muay Thai þannig að ég var eiginlega að gera allt annað en það sem ég hefði verið að gera og mér fannst það bara geðveikt. Já, ég kynntist henni fyrir einhverjum, ekki 2 árum, eitthvað svoleiðis og hún er búin að vera að æfa hérna hjá okkur og búin að vera að æfa boxið hjá mér og bara fínir vinnir og góð stelpa. Hún er svo dugleg að æfa og gaman að æfa með henni og bara skila góðum árangri og bara gaman að vinna með þannig fólki. Hún er að standa sig frábærlega hérna og ég held að hún er eftir að gera góða hluti næsta ára. Ástæða fyrir ég er að berjast er svo að ég er kannski svolítið að testa sjálfa mig. Ég er náttúrulega að æfa á fullu og oft þegar maður eins og þegar það er fætt framöndan þá þarf maður að vera svolítið agaður og þegar maður kemur svo inn í hringinn eða inn í búrið þá er maður svolítið svona að testa það sem maður er búin að vera að æfa og sitt svona tæknilega level og mér finnst það svolítið gaman að líka þegar maður kemur úr bardaganum þá hefur maður svona ýmislegt til að vinna í. Maður veit að maður kannski gera ýmislegt rétt en svo eru aðrir hlutir sem maður þarf að vinna í og maður fer beint á æfingu og maður fer að vinna í þessu, tekur næsta bardaga og kemur inn í hringina, inn í búrið með það í huga og ef manni tekst til dæmis að yfirstíga þetta sem maður er búin að vera að vinna í og nær árangri með það, þá er það bara flott og þá er maður alltaf að draga sig áfram svona í leitað fullkomnun. Ég er ekki hrædd, alls ekki hrædd. Meira svona bara spenningur, svona fiðringur sem ég fæ í magann. Þetta er góð tilfinning og maður náttúrulega kannski að vissu leyti stress en það held ég að sé bara jákvætt, bara eðlilegar tilfinningar. Hvort sem það er ótti eða eitthvað annað, þá bara að horfast í augu við tilfinningarnar og stíga inn í hringinn og bara með sterkum huga og klára það sem maður er byrjaður á að gera. Og síðan þá var alltaf draumurinn minn að fara til Tælands, bara síðan fyrir löngu síðan. Ég fór að fylgjast með einhverjum tælensku fætir og fann eitthvað gym þarna úti og mér dreymdi alltaf að fara þangað og ég fann leið svona til þess að láta það gerast og ákvað bara að kýla það og fór til Tælands og fram að því það hafði ég ekkert gert neitt nema að keppa á glímumótum. Gekk bara mjög vel og
var tvöfaldur Íslandsmeistari í brasilísku jiu-jitsu, mínum þyngdarflokki. Og þegar ég fór út þá var ég búin að vera í viku. Fékk einstags fyrirvara með fyrsta bardaga minn og fór í Muay Thai bardaga þannig að þetta nokkrar æfingar. Það var mjög góð lífsreynsla, ég lærði mikið af því. Það var öðruvísi að því leyti til, ég var ekki vön bæði fyrsta lagi hitanum og þegar ég kom inn í hringina þá var náttúrulega rosalega stór hópur af fólki sem var að bara öskra og svona brjálulæti. Þannig að það var mjög nýtt fyrir mér og ég var líka þarna eins og hornamaðurinn minn, hann var tælenskur og hann talaði vallarstakt ensku og ég heyrði hann bara bab dýp, það var bara það sem ég átti að gera og sparku og svona, þannig að það var mjög nýtt fyrir mér að keppa þann úti. Þetta var svolítið mikið öðruvísi heldur en heima. Ég myndi algjörlega mæla með því fyrir alla sem hafa áhuga á að fara og ferðast og elta draumana sína að bara go for it. Ekkert sem stoppar þig og ekki láta neitt segja þér að þú getur það ekki. Ef þið langar að gera eitthvað svona og skiptir ekki máli hvað þú ert gömul eða gamall og hvort þú átt barn eða ekki, bara segðu fólkinu í kringum þig að þið langir til þess að gera þetta og ef fólk styður þig þá er það bara frábært og ef ekki þá samt ekki láta það stoppa þig. Íþróttin hefur gefið mér alveg rosalega mikið. Ég er rosalega sterk líkamlega þegar ég er að æfa og stunda æfingar reglulega, en síðan ég fann mig í sportinu þá hefur bara líf mitt bara verið léttara og auðveldara að takast á við lífið. Gefur mér rosalega andlegan styrk að æfa. Það er rosalega gott að geta leita á svona stað og fullt hús af góðum vinum, gera það sem ég elska með fólki sem ég elska. Það bara gefur mér ótæmandi styrk til að takast á við bara alla daga í lífinu og allt sem að lífið hefur upp á að bjóða. Ég æfa alla daga vikunar og það er misjafnt hvort að ég legg náttúrulega mest áherslu á keppnisliðsæfingarnar. Svo tek ég boxæfingar með og er að glíma líka og svo tek ég víkingaþreki með því. Í janúar núna 2013 þá var fyrsti UFC main card kvenna sem var ógeðslega töff, ótrúlega flott. Og síðan þá hafa náttúrulega bara, eru endalaust að poppa upp bara stelpur sem er að koma og segja að það er áhuga og annað. En sko þær hafa verið að vaksa núna síðustu ár alveg fram að núna, en ég held að 2013 sé alveg svolítið svona spark fyrir stelpunnar inn í búri, sko, að því að þetta UFC fætin sem var núna í janúar, það er náttúrulega bara mjög stórt skref fyrir stelpunnar, fyrir konur í MMA. Og ég hef búin að taka mjög mikið eftir líka bara hérna í Mjölni, margar stelpur sem koma og eru að spyrja út í hvort þær eigi erindi í sportið og hvort þær geti mögulega átt erindi í því að fara að keppa og ég hik ekki við að peppa þær upp, sko. Þannig að þær eru alveg að koma sterkar inn. Það er bara ekkert mál að vera stelpa á móti strákunum. Strákarnir eru líka, þeir eru æfingafélagar og þeir eru góðir æfingafélagar og þeir eru ekkert að reyna að stúta þær í hringnum eða stúta þær á æfingu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ekkert að óttast þó að sé stelpa á móti strákum alltaf, en það mega koma fleiri stelpur í sportið. Þannig að við stelpundar sem erum nú þegar, við erum alveg æstari að fá fleiri stelpur til þess að við séum öflugri til dæmis á æfingum og höfum fleiri til þess að sparra við og glíma við. Það er náttúrulega sikkur hluturinn að æfa með stelpur sem eru sömu stærð og styrk og þú og fara á móti strák sem er kannski 30 cm stærri og eitthvað þyngri líka. Endilega sjá fleiri stelpur í sportinu. Koma bara, ef þið hafa áhuga, koma bara og leita á réttu stöðunum eftir því að fá góða þjálfun og fara bara að kýla á þetta. Ekki hika við það. What I do, da da do, da da do. What I do, da da do, da da do.